Komið sæl öll, ég heiti Stefán Árnason, 82 ára, bý í Svíþjóð og Tælandi mjög mikið hálfa ári. Ég búi í 4 löndum, mitt líf dálítið komplíserað, þannig að þeir sem nenni ekki að hlusta á langa ramsu, þá mæli ég bara með að fara yfir á heimasíðuna, ekkert verið að hlusta á mig. En mitt líf það dálítið margt sem kemur inn í mitt líf og sem ég vil gjarnan að fólku viti ef það að hugsa flutning og annað, vegna þess að ég búinn að upplifa þetta allt í 4 löndum og þekki ýmsar hættur og annað, þannig að en þetta ekki 5 mínútna vídeó, þetta mikið lengra, bara svo þið viti að ég sitt hérna á skrifstofunni mín í Tælandi núna og að stofna þetta fyrirtæki Golden Days eða gullnu dagarnir, og ástæðan að það komið til að þegar við fluttum til Svíþjóðar 1977 þá var alltaf verið að hringja í mig og ég þekkti marga og það var verið að biðja hjálp í samband við að gera hitt og þetta og hvað maður ætti maður að gera til að flytja og annað. Þannig ég opnaði fyrirtæki og það endaði með því að ég var með 4 íbúðir, 2 konur í vinnu og svo ég náttúrulega fullu sjálfur líka, var með bíla til leigu, 4 Saba til leigu og þetta gekk bara fjandi vel. Við eignuðumst marga lífstíðavini, því miður eru margir aðeins dánir í dag. Stundum gleymir maður hvað maður gamall, hvað tíminn líður fljótt. En allavegana, við hjálpuðum fólki að koma og setja staðið í Svíþjóð, en munurinn á því og það sem að sé í dag, þetta var yfirleitt allt yngra fólk sem var að leita sér að vinnu og kom með fjölskyldnar. Og yfirleitt allt var þetta gott fólk. Og sko, þetta er dálítið sérstakt í Svíþjóð á þessu tíma. Svíþjóð hefur farið aftur á bak mikið. Svíþjóð var gott land og gott land. Það voru bara vitleysingar sem stjórnuðu þar í nokkur ár. Mér sýnist þeir vera komnir heim til Íslands líka. Og til Ameríku, minnist á það. Þegar þú komst til Svíþjóðar, þá gast þú ekki leigt íbúð nema þú værir með fasta vinnu, gæti sýnt innkomu. Og þar komu þessar íbúðir til hjá mér. Fólki bjó yfirleitt hjá mér, halva mánuð eða mánuð, jafnvel upp í 2 mánuði, en langflestir af okkar fólki voru komnir í vinnu áður en mánuðurinn var liðinn, vegna þess að þetta var á góðum tímum, það var ekkert vandamál að fá vinnu og þetta var allt gott fólk og allt vildið að vinna og gera rétt fyrir sig. Það er dálítið hlægilegt að koma minni með 2 fjölskyldur sem held að vera að koma beint inn á kerfið og skömmuðu mig fyrir að sýna þeim ekki hvað sósíalið var. Ég vissi ekki einu sinni hvað sósíalið var. Sósíalinn bæjarskrifstofurnar í Svíþjóð. Ég vissi ekki, þannig að það var ekki mikið hjálp að fá frá mér í sambandi við sósíalinn. En allavega ég minnist á þetta af því að þetta raunverulega sama. Ég hef séð hvað margir, Tælandi náttúrulega 11 tíma í burtu. Það munurinn. Síðan það bara 3 tímar. Og það er dálítið munur á því og þetta er stærri ákvörðun að taka. En ég ætla að segja ykkur hvernig þetta kemur til allt saman. Ég frekar veraldavanur maður. Eins og ég sagði, ég búi í 4 löndum, skipti sirka 20-22 á Íslandi, 20 í Ameríku og skiptist hitt á Svíþjóð. Og Svíþjóð, ég tók oft hliðarspor í Svíþjóð, samber núna. Ég bý í Svíþjóð halva árið og svo ég halva árið í Tælandi og að breyta. Ég líklega núna þegar ég fer heim gengur frá mínum málum og verð algjörlega í Tælandi. Mér finnst þetta yndislegt land og þetta ekki bara að mér langi að þjána peninga. Mér langar, ég kann ýmislegt og hef ýmislegt að segja og framfæra fyrir fólk sem í hugleiðingum. Þannig að
Ókei, ég get ekki setið á rassinu, það vita það allir. Það sama með mig og Helga vinn minn. Við getum ekki setið á rassinu, verðum að vera að gera eitthvað. Þannig að það sem ég í gangi hérna, ég að búa til, það verið að búa til flotta heimasíðu fyrir mig. Og ég ætla bara að benda á heimasíðuna og þar verða allar upplýsingar sem fólk þarf að vita án þess að þurfa nokkuð að hafa kontakt við mig. Það getur séð kostnað á húsum. Ég á eftir að setja húsið mitt, hvað kostar að reka það á mánuði og hvað kostar, og vegna þess að í öllum löndum eitthvað neikvætt sem fólk þarf að vita. Ég meina það eru margir sem flytja til Spánar og það náttúrulega að mörguleyti einfaldara mál af því sjúkrakerfið En allavega ég ætla að halda áfram með söguna hvernig þetta allt tilkomið. Ég átti yndislega konu, hún var giftur henni í 58 ár. Við áttum 5 börn og Elsa dóttir mín, ég á 4 dætur og 1 son. Elsa dóttir mín 65 ár í dag. Hún hætti að vinna í fyrra. Og maðurinn hennar líka, þau eru jafngömul, hann hætti líka að vinna. Þetta náttúrulega góða við Svíþjóð og þau hafa engan áhuga að leita sér aukavinnu. Þau ætla að njóta af lífinu, þau eru ekki eins og pabbi sinn. En svo á ég son sem 60 ára og aðra dóttir sem 59 og síðan tvíburadætur sem eru fæddar 71, seinna skipti þegar við komum heim frá Ameríku. Ég búið þar 2 sinnum. Ég vann hjá Loftleiðum í gamla daga frá árinu 66 til 71 og síðan þá lærði ég að fljúga, var byrjaður á atvinnuflugmenn en búið með einkaflugmenn. Þegar ég kom heim 71 þá kom ég heim á minni eigin lítilli tík, líklega fyrst Íslendingurinn sem gerði það vegna þess að það var mjög glannalegt á þessum tíma. Ég tók aftursætin úr og setti 2 bensíntunnur til að hafa nóg bensín. En þetta gekk allt vel og ég sprelllifandi ennþá. En þetta var, og ég segi seinna sinn, það var ekki rétt hjá mér, það var í fyrra sinn sem við komum heim 71. Allavega, við eigum 5 börn og allt í góðu, já, við eigum 17 barnabörn og allt yndisleg fjölskylda sem býr öll í Svíþjóð í dag. Fyrir 10 árum síðan þá fær konan mín strók og kemur ekki tilbaka úr stróknum. Hún bara deyr innan 5 daga. Þá bara lognast hún út af og deyr og ég náði aldrei í samband við hann meir. Og með því fór raunverulega allt mitt líf í steik. Ég var mjög niðarlega í langan tíma á eftir. En ég ætla að taka sér hérna smá aukaskot vegna þess að það getur verið gott fyrir einhver að vita vegna þess að þetta ekki fyrsta sinn sem okkar líf fer í steik. Árið 2004, ég held að það sé mjög nátt, gæti verið 5, þá búum við í Bandaríkjunum og erum bara með flott fyrirtæki, allt á fullu, 2 flugvélar og flugskýli og ég var löggiltur bílasali og löggiltur partasali líka. Þetta löggilt í Bandaríkjunum, þú getur ekkert farið inn á uppboð nema að vera með löggildingu og ýmiss konar pappírauðsinn kringum það. Ég var með hvort tveggja, þannig að ég keypti mikið af bílum til að gera upp skemmdabíla. Þess vegna þurfti ég að fara inn á bílauppboðin sem voru skemmdibílar en síðan keypti ég fullt af bílum líka bara á venjulegum bílauppboðum þar sem voru seldir venjulegi bílar. Og mikið af þessum bílum fóru til Íslands, mjög mikið, og það var mikil keyrsla í kringu þetta vegna þess að það var nærri 2000 mílur niður í Norfolk frá okkur. Það tók 2 heila sólarhringa að keyra og ég hef alltaf verið bölvaður, hvað á að segja, ósérlífinn í samband við að keyra. Ég keyrt allt og mikið og allt og langt. Og ég bara gaman að keyra. Ég var með algjörlega bíladellu sem ungum maður og líka ég sé með hann en það hefur líklega haft sínar afleiðingar sem ég að koma núna. Þegar líklega eins og ég segi, cirka 2004,
þá ég á fulla keyran, við þurfum að fara allavega minnst eina ferð á mánuði í skipin með bíla og fórum upp í 9 bíla á ferð. Ég var sjálfur með flutningabíl sem ég keyrði sjálfur, gat ekki 4 bíla á hann. Og svo kona mín, þrælduglega selska, hún var stundum með aftan í vegn og þá var hún með 2 bíla vegna þess að við settum aftan í vegnin upp á treilurinn á heimleiðinni, sko, þannig að hún var með 2 bíla og svo var sonur mér líka með 1 eða 2 bíla. Þannig að þetta var helja mikið ævintýri kringu þetta og mikla keyslur. En þetta ár 2004 þá tek ég eftir því að það byrjar að blæða niður mér. Fyrst lítið og kona mín ekki hrifin og mjög áhyggjufull. Sendi mig til læknis og ég gerði það. Ég fór til læknis en hann var ekki góður læknir og ég meina ef maður hugsa seinna ef allt Ameríkan hefði lent í þetta, líklega hefði hún verið sú að þessum læknir vegna þess að hann sagði mig, já Stefán, þetta nú búin að vera stundu svona með mömmu mína líka og þetta voru mörg árin, en það bara allt í lagi með hana. Og síðan fékk ég engin meiri svör, fékk engin meðul og ekki neitt, bara, en ég held áfram að keyra, svo mánuði seinna þá kem ég úr einni svona langferð búin að keyra í sólarhringi eitthvað stanslaust og þá ég bara eins og bullandi túr og þá verður kona mín snarvitlaus. Hún bara tekur völdina Stefáni og dreifir mig beint upp á spítala og það ekkert elsku mamma. Þá endum við á mjög góðum lækni og það gert endaskóp og allur andskotinu, ég svæfður. Þegar ég vakna þá segir læknirinn við mig, heyrðu Stefán, þið verið að mæta hér kl. 11 í fyrramálið, þetta mjög alvarlegt. Það var náttúrulega ekkert mjög gaman að fara heim og þurfa að bíða eftir þessu svöru. Allavega, við mætum næsta dag kl. 11. Þá segir hann bara við mig og komið flottar litmyndir, þær voru rosalega flottar þó að væri ljótt sem var á þeim, að sýnir mig bara nákvæmlega hvernig krabbinn í þörmunum á mér og sko ég lærði bæði flugmaður og bifvélavirki og gramsaði bílum allt mitt líf, meira ekki að smíða 2 bíla, einn var 10 ára og hinn var 26 ára, frægasta bíl á Íslandi sem var þá, en allavega ég hugsa stundum í bílahugleiðingum þegar ég sé þetta, þá sé ég bara fyrir mér þegar ég sé þarmann mig, ég sé bara fyrir mér sundurriðgaðan bíl, hann þetta sundur, það var rosalegt. Og hann sagði líka við mig læknirinn, Stefán, þetta rosalegt, þú bæði að fljúga milli landa, ég meina þetta hefði getað sprungið hvenær sem var, það mjög nálægt í núna Stefán, og þess vegna þessar miklu blæðingar, mjög nálægt í, fyrir hefði getað blætt út bara á örstuttum tíma og ekki hægt að stoppa það. Þannig að en hann segir við mig, sko, þetta mjög alvarlegt, þetta þú sér þarmana, hvernig það en svo það komið í lifrina líka. Og okkur grunar, ég get ekki sagt það örugt, en okkur grunar þessi í lungunum líka. Þetta var náttúrulega hryllilega fréttir. Og hann segir, Stefán, ef þú ekki búin að fá hjálp, og ég meina góða hjálp, þá getur þú verið dauður eftir 45 daga og ekki voru það betri fréttir. Maður var í banastuð á þessum tíma, sko, alveg í banastuð eins og ég væri fertugur. Og við förum náttúrulega, þetta bara breytir öll okkar lífi. Þegar þetta skeður, þá búum við í Tulsa, Oklahoma og við endum í Tulsa af því að það var svo mikið flug þar, eiginlega allir íslenskir flugir ég lærði í Tulsa, Oklahoma. Það voru 150 Íslendingar akkurat þegar ég var og kom sér mjög vel. Það voru margir af strákunum sem voru að vinna hjá mér aukavinnu og sumir af þeim voru mjög færir og flottir flugvirkjar og gott að hafa það í vinnu. Aðrir voru svo stúpid að ég hef ekki þorað að láta á lyfta húddinu. En allan, það önnur saga. Það voru pappadrengir sem voru bara sendið og komið heim með ekki neitt, alveg hryllilegt fyrir. Ég þekki einn pappan sem var hryllilega vonsvikinn. En allavega
ég segi við lækninn, hvað get ég gert? Ég ekki með tryggingar í Ameríku, hvað get ég gert? Ég á einhvern pening, en hvað get ég gert? Hann segir, Stefán, Ameríka eins og þú veist, það rosalega dýrt ef þú ert ekki með tryggingar hérna, það rosalega dýrt og ég get sagt þér það að áður en þeir verið að byrja að skera þig, bara á meðan þú ert í rannsóknum manna, þá verður þú búin að eyða $100.000 og ég glotti nú bara $100.000 og ekki byrjaði að gera neitt, mér fannst það við hryllilegt og þá segi ég við lækninn, já, þá ég bara að fara til Svíþjóðar, ég í kerfinu í Svíþjóð, ég alltaf reglulega heima og ég í kerfinu í Svíþjóð og ég þá bara að fara að reyna að koma sér á spítala þar og það ekkert annað en það að hann bara lýsist upp eins og blikkandi jóladré, hann verður alveg bara Svíþjóðar rópar hann alveg svakalega skrítið hvernig þetta skil, Svíþjóð, ég lærði í Uppsala, segir hann og það þurfti ekki að ræða það meira, hann var bara frelsaður ef einhver geti hjálpað mér þá væri það Svíþjóð. Svo að ég sendi elstu dóttur minni Huldu, ég sendi henni myndirnar og hún var ofboðslega dugleðiselska, hún fór með myndirnar upp á spítali, ég átti að geta komist inn á spítala svona fyrirvaralaust og vegna þess að það var bara upp á líf og dauða eins og ég sagði. Og það ekkert annað en það að þegar ég kem heim bara eftir 2 dagar ég komin á spítala og eftir 3 dagar byrjaði að skera mig og þeir byrjaði á þörmunum og það var mjög erfiður skurður og þá fer ég aftur í bílamáli vegna þess að við hönnuðum bílinn, manneskjan hannaði bílinn, þannig að það kannski ekkert óeðlilegt að þegar eitthvað flókið fyrir mig, þá byrja ég að hugsa í bílamál, þá fer ég ok og læknirinn sagði við mig þetta, Armandir, þetta niður í djúpum dal og við þurfum að taka öll inneflin, skera þau frá og færa til hlið til að komast niður í tarmana og ég fyrst strax að hugsa gírkass og mótora, já það að taka mótor og taka gírkass að færa þetta, rífa millikassa frá og ég var alveg sá þetta fyrir mér og það tók 14 tíma þessi aðgerð með tarmana en ok svo kemur hún til mín ég man ekki hvort ég vaknaði til sólarhring eða hvað kemur hún til mín eftir þegar ég alvarlega vaknaður og kemur læknirinn niður og hún var útlensk yndislegur kvenmaður, yndisleg kona og við áttum eftir að vera góði vinir og ég átti þegar að færa henni fullan kassa góðu salgeti fyrir hana og læknarna sem voru með hana. Þetta var bara yndisleg mann að vera. Og hún kemur henni mér og segir mér, Stefán, hvernig hefur það? Og ég segi, ég hef það nú bara nokkuð gott miðað við allt annað en hvernig gekk ykkur, segi ég. Þá segir hún, Stefán, okkur gekk vel. En svo segir hún, ég ætla að setjast hérna á rúmi hjá þér. Svo sest hún á rúmi hjá mér, tekur í hendina á mér svona mikið drama yfir þessum sér. Stefán minn, okkur gekk vel með tarmana, men, ég vissi náttúrulega leiðum hún sagði men, það var fjandilaus. Svo þá segir hún, Stefán, men, það búið að spríða sig, það komið á bullandi fullu í lifreina. Hún hefur örugglega séð svipinn á mig, vegna þess að ég hef örugglega hugsað upp á. Ég sagði bara, fuck it, goodbye Stefán, og eitthvað svona. Ég tóti gróf stundum, fuck it Stefán, goodbye. Þá segir hún, Stefán minn, fyrir 5 árum varst þú dauðadæmdur. En í dag erum við með svo góð tæki að það getur verið að við getum hjálpað þér í dag. En sko, það getur ekki skeið á morgun, þú voru að gróa, þetta var mjög, eins og ég er búinn að segja, þetta var mjög flókin aðferð og við sendum þið heim eftir viku en það ekki hægt að fara að skera, byrja á næsta dæmi, svo verðum við að sko stúdera lifrina nákvæmlega vegna þess að þeir getur gefið meðul þannig að blettirnir í lifrinni sjáist nógu vel. Og sko, það er dálítið flókið, það er dálítið skrítið hvernig skeiði það
og ég hef oft hugsað að ég hefði þurft að koma fram fyrir Krabbameinsfélagið vegna þess að þegar þú lendir í svona upplifelse og lifir það eru svo margir sem gætu haft gott að því að heyra söguna frá fyrstu hendi vegna þess að þetta tók 3 ár á mínu lífi að fara í gegnum þetta og sko það sem ég upplifði í sambandi við lifrina fyrst byrjar að dæla einhverjum efnum, ég veit ekki hvað það heitir, til þess að blettirnir í lifrinni svo þeir viti hvað á að skera í burtu. Þá, ok, allt í lagi með það. Ég er búinn að fara margoft og þeir eru já, það er þarna, já, þetta er dálítið mikið og svona bla bla bla. En ég var náttúrulega mjög slæmur vegna þess að meðan þetta var, þá stalst ég fór til Ameríku 2-3 meðan ég var að bíða eftir þessu. Ég mátti það ekki neitt, ég mátti ekki fljúga ekki neitt, en hvað var maður að gera þegar maður er með allt í steik heima á sig? Ég var með flugskýl og 2 flugvílar og fullt af bílum. Ég var búinn að breyta flugskýlinn í bílaverkstæði líka og var með bílalyftur þar inni og ég bara var það. Við sáum það, við urðum að flytja heim. Þetta var til þess að við fluttum heim. Svo síðan sko eftir þennan ákveðna tíma það er nú eiginlega flóknar en þetta vegna þess að það skýrt alltaf skrítið. Síðan byrja ég að fara, ég man ekki hvað djöfunni það heiti. Ég þurfti að fara upp á spítali 2 viku og ég dældu þessu upp og ég satt í hæginda og ég man alltaf eftir því hvað það var flott. Það var bara easy tier, lazy tier og ég öruggur að þeir voru ekki komin á Íslandi þegar þetta var. Vegna þess að það var svo flott, það fór svo flott voru 10 manns sem sátu þarna í lazy tier og voru að dæla og tók klukkutíma að dæla þessu viðbjóð inn í aðnaráða. Ég man ekki að það vita allir sem eru með krabba hvað þetta heitir. Ég man ekki hvað það heitir. Það er til að áalla að deyfa krabban. Og allavegana svo kemur að því að ég var að mæta næst og það var alltaf að fara röntgen og jú blettinni voru að minnka, þeir voru að minnka í lifrinni og bla 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 og minnka og svo skilist þetta skrítið ég skildi það nú ekki alveg en það er þetta skrítið að eitt skipti kem ég og þá er hún búin að skoða mig og þá segir hún, heyrðu, blettirnir eru bara alveg horfnir og þá segir ég við hana, horfnir, er það ekki það besta mál? Nei, það er ekki það besta mál, segir hún. Við vitum ekki hvar við höfum að skera. Og ég segi við hana, hvað verðum við að gera? Verðum við að fara að gefa krabbanum að borða núna? Já, sagði hún. Við verðum að hætta að dæla í þig sírópinn eða hvað djöfullin það var. Við verðum að bíða þá til að blettinni stækka aftur. Og það er ekkert annað með það verður að bíða heila mánuð eða ég man ekki hvað lengi, allavega ég gat farið 1 eða 2 ferðir til Ameríku með hann. Svo eru blettinni konið aftur og skýrtu greinilega hvað þarf að gera og ég fer inn og það endar með að þeir skera burt 70% af lifrinni og hún sagði við mig, hún skar nú ekki lifrina, það var lifrasérfræðingur en hún var samt í samband við mig og hún sagði við mig, Stefán, við rétt náðu þessu, við gátum ekki tekið sentimetri meira af lifrinni en lifrin er ok af því að hún vex aftur, það er eina líffæri sem vex í líkamanum en við töldum okkur ná öllum blettunum sem voru þarna en síðan þurftum við að fara í lungun líka en við gerðum það í gegnum gött. Það voru konið 2, 3 eða 4 blettir í lungun. Þannig að þegar þetta var búið, eins og ég segi, það fóru 3 ár í þetta. Þegar þetta var búið, þá byrja mér að batna. Og endanum náði ég mig bara algjörlega og ég á til myndir frá þessu og þetta kom oft upp og verið að tala sársök og annað. Það var ekki mikið sársöki í samband við, en ég hélt stundum, ég sagði við konuna mína,
það er ekki krabbinn sem á eftir að drepa mig. Það er viðbjóðurinn sem er að dæla inn í mig. Það er hroðalegt hvernig það var að fara með mig. Ég var orðinn svo grannur. Ég hef nú oft eftir að minnast á Helga minn, með Helgi Góunni, hann er minn besti vinur. Ég á til myndir á okkur, Helgi kom náttúrulega oft til mín, og að ég gat staðið inn í honum, Helga. Ég var eins og lítill trítill við hliðina á honum og fötin dingluðu utan á mér. Og ég man eftir því að Helgi var á þessum tíma, opnuðu Kentucky í Litáen. Og Helgi segi, Stefán, ég verð að hressa upp á það, þú ert svo djöfulli dapur og niðri og ég verð að hressa upp, komdu, ég ætla að bjóða til Litáen. Og auðvitað var ég. Og ég hitti Smára vin hans út á flugvelli, annarkvort á flugvelli í Litáen, ég man ekki hvað. Smári sagði mér að seinna, Stefán, ekki svarið þeirra. Ég var öruggur í að kveðja þig síðasta sinn. Ég sá, þú leist svo hryllilega út. Ok, allavega, við fórum til Litáen og þar skeiði annað atriði. Sem ég ekki tárast yfir vegna þess að við fórum út og borðuðum steik og eins og alltaf Helgi degra við mann. En svo nóttina erum við komin upp á hótel. Og þá leið mér svo hryllilega illa. Ég skalf allur og nötraði í rúminu. Ég bara var algjörlega Þá tók Helgi sængina sín og breytti upp. Gleymi þessu aldrei. Það er enga sjans sjálfur. Allavega gerðum við lítna og var allt í góðu lagi. Og þetta var ekki síðasta sinn sem ég sá Smára, vegna þess að eftir þennan tíma byrjaði mér að fara betur. Allavega, þetta er svona aukakrókur sem ég selji hérna í samband við hvernig mitt líf hefur farið í steik áður. Síðan deyr kona mín. Og allt mitt líf fer í rusl, má segja. Við áttum 3 litla hunda, 2 moltis og 1 lítinn bútul sem voru yndisleg dýr hjá okkur. Voru yndisleg, sköpuðu gera okkur lífið létt. Og við elskuðum þá báða. Þetta var annað settið, við vorum búin að vera eitt sett áður sem endist í 14 ár hjá okkur. Þetta var annað settið sem við fengum og voru bara yndisleg dýr hjá okkur. Þetta þurfti törfira umönnun og annað, en þetta voru bara yndisleg dýr. En nú var ég orðinn einn með þau og ég þurfti að vera að vinna og ég var með alla, eins og alltaf fullt að gera í kringum mig. Og nú þurfti ég að sjá hundana líka, þannig að þetta var ýmislegt í gangi og svo liðið eitthvað cirka 1,5 ár frá því að Rósa deyr. Og ég var mjög niðri. Það sáu það allir. Birtist Helgi allt í einu. Og ég þarf að taka fram með Helga. Við Helgi höfum verið óaðskiljanlegir síðan við vorum smápattar í Melaskólanum. 11-12 ára. Og Helgi er ekki málamaður. Ég hef ferðast með Helgum allan heiminn í sambandi við uppbygginguna og góuna og KFC líka. Vegna þess að auðvitað sá Helgi KFC í Ameríku hjá mér. En ég skaffaði honum ekki til að taka skýrt fram. Hann sá það sjálfur, hann Helgi, hann var duglegur. Hann fékk vin sinn með sér á Íslandi vegna þess að ég var meira og minni í Ameríku. En auðvitað kemur Kentucky líka frá þessari hlið. Helgi birtist allt í einu eftir 1,5 ár. Hann var náttúrulega búinn að birtast margoft, Helgi, við höfum alltaf umgengist mjög. Birtist Helgi og segir, heyrðu Stefán, ég ætla að bjóða að hressa eins upp á, ég ætla að taka þig með til Thailands. Thailands, segir ég, hvað er að gera til Thailands? Þá segir hann, heyrðu, Hannes búinn að vera 2 og
Og Hannes sonur hans Helga sem hann var búinn að vera að þjálfa upp til taka við fyrirtækinu að sér og allt í Hannes indælis drengur, öllu líkaði vel við Hannes. Hann drepinn á hryllilegan hátt heima á Íslandi, hann stunginn í rúminu hjá sér. 17 eða 18 stúkur, hryllileg. Hélt að gæti ekki skeið á Íslandi svona viðbjóður. Og þessi viðbjóður sem gerði þetta, hann var komin út eftir 5 ár. Vildi ég hugsa þetta. En allavega, Helgi segir þetta, hann sem búinn að vera þar og hann segir þessi æðistingi og hann vill endilega, við þurfum að fara til Kína líka að kíkja á vélar og við byrjum á að fara til, já, ég segi náttúrulega já, ég segi alltaf já við Helga. Svo að við byrjum í Kína, erum þar í viku og síðan á bakaleiðinni stoppum við í Tælandi og erum þar í viku. Og ég hef ekki sagt ykkur það og ég ekki að fíflast og ég ekki að grínast, sko, að þegar ég kom til Tælands, ég varð gjörsamlega snarvitlaus. Ég hafði aldrei trúað öllu sem ég sá. Sko, ég sá svo mörg tækifæri í þessu landi. Ég sá svo margt yndislega, sko, við vorum að Pattaya í þetta skipti. Ég ekki Pattaya-maður og Helgi ekki heldur. Við erum giftir menn og átt yndislega. Helgi var líka orðinn ekki maður þegar þetta var. Og við erum áttum yndislega konur báðu tvær, en við höfum alltaf verið kvensamir. Fyrir okkur konan það fallegasta sem finnst á jörðinni, bæði fyrir mig og Helga. Þannig að auðvitað skoðum við með alla fallegu konurnar sem voru þarna. Og við hlæjum að því eins og með Tomma hamborgara þegar að taka hann í gegn mér á þingja því hann fór til Pattaya. Hvað að fólki? Fólk snar geggjað? Af hverju fara menn til Pattaya? Það vita það allir. En ég get bætt því við að Pattaya kannski það sem hefur gert Tæland og gefið því slæmanafn. Vegna þess að Tæland svo yndislegt land að öllu öðru leyti og þið eftir að sjá það allt en á vefsíðunni minni vegna þess að ég elska þetta land og mun vilja hjálpa öllum sem hafa áhuga að koma hérna vegna þess að þetta bara yndislegt land. Náttúrulega veðrið, númer 1 fyrir mig, ég hef alltaf verið, ég meina það eru 30-33 gráður hérna allan dag, eða 28 upp í 33. Verðáttan, vegirnir eru indæli. Ég hef hort á það hérna, ég bý 20 mínútur, það er nú hálftími fyrir venjulega keyrslu. Að keyra niður á Pattaya, það bæjarfélag mitt heitir Bangsarei. Það er 20.000 manna bæjarfélag og þegar ég var að flytja hérna fyrir 6 árum síðan, þá voru þeir að byrja á að leggja nýja hraðbraut. Þá voru bara 2 akreinar í hvora leið og oft bara gegnum mörg bæjarfélag og oft ég veit ekki sagt að það tekið mig klukktíma að komast heim þá. Nú komin 8 akreinar hraðbraut. Alla leið út á flugvöllin hérna, nýja flugvöllin sem heitir Utapú, hann náttúrulega ekki nýr vegna þess að Kanarnir notuðu hann fyrir B-52 sprengjuflugvöllina, hann mjög dökka mynd, þeir fóru með 50 tonna sprengjum í hverju ferð frá þessum flugvelli, en hann á að létta á Bangkok flugvellinum og ég kannski vitna oft í flugvélar af því að ég mikið flugáhugamaður og átt marga flugvélar, þannig að þið skiljið það kannski af hverju ég vitna oft í flugvélar og kemur svona smá athugasemdir. Allavega, ég Helgi komið til Tælands, eins og segir, auðvitað skoðuðu stelpurnar líka, vegna þess að sko, ekki þetta skipti, en eftir ég kom í gang hérna, þá ég komið í mótijólalegu og hérna, þá fór ég oft niður á Pattaya og fekk mig kaffið með strákunum. Þeir komu alveg saman á morgnana, 9-leytið, á algjörlega central í Pattaya. Sko, barinn eru mjög oft opnir eða matsölustæðinir, það engin front í þeim. Þannig að
bara umferðin fyrir utan gluggan hjá þér, það er náttúrulega út af veðrinu og annað. En þessi staður, ég man ekki hvað hann heitir ykkur, hann var akkúrat í miðjunni og öll geðveiki, vegna þess að ég kalla Pattaya geðveiki og ég á eftir að sýna ykkur margar myndir þar sem við sjáum geðveikina. En þegar að koma gestir til mín, auðvitað fer ég með á eitring og sýniðum herlegheitin, vegna þess að ég meina venjulegt fólk, þeir sem ekki hafa komið til Thailand og vita ekkert hvernig að fara og það eru margir sem vita ekkert það, þannig að ég get verið dálítið grimmur ef það er einhverjar rauðsokkur og byrja að tala já þetta allt viðbjóður og bla bla, en ég get alveg myndar á það. Hverfisgötu 26 í Reykjavík, þar var starf hóruhús árunum 41 og það var íslensk konu í peysufötum sem rak hóruhúsið. Dóttir hennar sá og tengdasonur sá hún mest það og hún var mjög smart þessi gelling, hún fæ 10 hjá mér vegna þess að einu stílinn sem hún setti að Bretarnir eða Kannarnir, þeir eru að verða búnir klukkan 11 svo hún getur leitt út herbygginn og eðlilega. Það er til margar lögregluskýrslur, ef einhver er að efast það sem ég segja satt, þá get ég vitnað í lögregluskýrslur og það var dálítið skrítið með stelpurnar, eitthvað að hlæja. Alltaf þegar voru konar lögregluskýrslur, nei við fórum aldrei á kápunum, þær fóru aldrei á kápunum þó að vera teknar upp í rúmi á gæjanum berðast. Lífið getur verið hlægilegt. Allavega, þetta nú aukadúr. En ég ætla að segja ykkur, þegar ég fór og fékk mér, þegar ég að læra á Pattaya, og það var þetta indælismadur og hann ennþá, Edvard Sigurðsson, Eddi, sem bara kallaður Eddi, hann var eiginlega minn kennari og Eddi yndislegur, hann öllum góður og er búinn að vera í 20-30 ári, ég veit ekki hvað lengi. Og Eddi reyndir sem mjög vel vegna þess að það er ýmislegt að varast í nýju landi og svona þar sem þessi mál eru. Eddi sýndi mér ýmislegt, en hlutirnir eru þar, þetta var stór veitingastaður, það voru kannski 10 konur að servera, það voru stundu 20 Íslendingar þarna, bara í morgunkaffinu, stundu upp í 26 manni eftir. Þannig að þessar konur eru bara servaði og það er komið að panta hennar og margar gullfallegar og alltaf brosandi, enda ég taka það fram. Thailand er oft kallað land of the smiles og það stendur undir því nafni alveg fyllilega. En þessar konur eru að servaði og það eru kannski 10-15 stelpur að servera. 99% af þeim eru til leigu eða sölu og sko, taka skýrt fram eins og ég er svo sammála honum Edda að menn eiga til að vera djöfulli grófir og sumir hafa mist út úr sér sem nýbyrjendur og eru bara vitleysingar kalla ég það. Kalla þessar konur hórur og Eddi verður alveg, hann verður fyrir bara vestu fílu og ég er sammála honum þetta. Þessar konur eru engar hórur. Þetta koma fátækar konur úr sveitinni og það er dálítið annað infrastruktúr á systeminu hér í Tælandi, hvernig hann er byggður upp. Þeir hafa ekkert ellilífeyri sendan heim eins og við höfum á Íslandi eða Svíþjóð. Þeir hafa enga tryggingu. Eina tryggingi sem fjölskyldan þeirra hefur er að þær sendi peninga heim. Þannig að þessar konur, ég á vinkonur hérna og ég þekki dálítið vel þetta, ég á eina vinkonu, hún er með 18.000 baht á mánuði og það eru góð laun. Það eru margar sem eru bara með 15.000. Ég held að Dúan kona mín hafi verið með 15.000, en það er að vísu 8 ár síðan. En sko, og af þessum 15.000 þurfa þær að senda heim fyrir mömmu og pappa til að lifa. Þannig að það er bara allt annað system. Þannig að þessar konur sem eru þarna á barnum, þetta eru yndislega konur, ekki nema á brosi. Eina sem að spyrja þig, viltu mig klukkutíma, viltu mig alla nóttina, viltu mig á morgun, viltu mig eina viku, eða viltu mig 1 ár, eða viltu giftast mér? Og ég nenni ekki að hlusta á eitthvað kjaftæði, einhverja blaðamenn sem
fara bak við tjöldin og já, nei að þrýst, þetta bara bullshit. Svona þetta í Pattaya og svona þetta á öllum stóru stöðum sem ég hef séð í Tælandi. Þetta bara kerfið og ég var náttúrulega að segja mér að ýmislegt að koma það sem í sambandi við þetta, en allavega þetta lærði ég þegar, ekki fyrsta sinn, þegar Eddi var búinn að sýna mér hvernig og segja mér frá ýmsum hlutum og annað, vegna þess að þú getur ekki átt hús í Tælandi á þínu nafni. Það verður að standa á konunni eða þú er að búa til fyrirtæki. Það kostar 100.000 baht að búa til fyrirtæki. En þegar ég keypti mér hús, þá vissi ég það var alltaf planið. Ef ég dræpist, þá ætti dúan að eiga húsið. Það skipti mig engu máli, þannig ég var ekkert að búa til neitt fyrirtæki kringu það. En ég get skilið suma menn sem eru lausir í rásinni, þeir eru búin að eyða 3 eða 4 milljón böttum, 16 milljónum, að sko, ef það slitnar upp hjá þeim eftir 2 ári eða ári, sem oft gerir, vegna þess að, og sérstaklega þeir sem kynna stelpunum og barnum, sko, þær eru náttúrulega mikið veraldafana heldur ég og þú, þannig að menn með ekki gleyma því. Þannig ég skil þá að þeir vilja hafa hlutina að það sé ekki hægt að hirða af húsið, og ég þekki líka mörg dæmi þar sem menn hafa orðið öreiga, að því þeir hafa bara hugsað með lillanum og skitiði allt og svo allt í einu húsið farið og þeir eru blankir líka, margir orðnir blankir líka sko, þeir hugsa ekki neitt, vegna þess að eitt neikvætt við tælenska konur, það mikið spilafíkn í Asíulöndunum. Ég vissi það ekkert, ég veit ekki, ég hef aldrei vitað hvað spilafíkn en Helgi hefur lent í því, hann hefur lent í því að þurfa að losa út fólk sem hefur búið að spila burtu húsin sín og annað, þannig að spilafíkn finnst á Íslandi líka, þannig að bara svo við vitið að það ekki bara í Tælandi, en hún mjög algeng í Tælandi. Svo allavega, ég get alveg skilið að menn vilja hafa, en þetta þarf að huga þegar maður flytur og hvernig ætlar maður að ganga frá, þess vegna mæli ég gjarna með því að byrja á að leigja, vegna þess að ég á eftir að segja ykkur það því ég að lýsa hérna húsum og annað, húsin eru illa byggð hérna, þannig að menn geta orðið fyrir ýmsum skakkaföllum. Allavega, Helgi, við erum í Tælandi í fyrsta sinn, fyrstu vikunum í Tælandi, og bara mjög gaman og ég snargeggja, ég sé tækifæri alls staðar. Svo förum við bara Helgi heim og ég fyrir til Svíþjóðar, sko, af því maður fer alltaf gegnum Kaupmannahöfn, þá bara var ég eftir í Svíþjóð, Helgi fyrir heim til Íslands og allt í góðu. Ég segi strax við Helga, Helgi, hérna ætla ég að kynnast konu. Þetta yndislegt, það voru gullfallega konur út allt. Og ég og kona mín, við vorum búin að tala það, ef annað okkar færi áður eitthvað kæmi fyrir, þá væri ekkert óeðlilegt og við myndum leita okkur að nýjum partner. Svo og eins og ég sagði á hann, við höfum alltaf, ég má nú ekki vera að tala fyrir Helga, en við höfum bara alltaf verið kvensamir og konan það fallegasta sem finnst á jörðinni. Þannig að ég var ákveðin í því að fara aftur til Tæland og leita mér á konu. En ég átti vini heima, Júlla vinur minn, sem giftur tælenski, Bibi heitir konan hans, og við umgengumst aldrei mikið á þessu tíma og ég segi við Júlla, ég þarf að tala við konuna hérna, og ég tala við Bibi. Bibi mín, mig langar að kynnast konu í Tælandi, en ég bara með 2 skilyrði. Og Bibi segir ekkert mál, ég get reddað því, og svo segir hún, hvað skilyrðin? Ég segi við hana, Bibi mín, hún má ekki koma á barnum og hún má ekki vinna við að selja sig. Ég dálítið gamaldags að þessu leyti. Og ég bara viðurkenni, ég gamaldags að þessu leyti. Og Bibi segir, ok, ég skil það Stefán, þetta ekkert mál. Bara við plönum það næst þegar við júluförum til Tælands, þá hittust við öll og annað. Svo skýðu það bara, eftir 3 eða 6 mánuði hittust við í Tælandi og þetta alltaf gaman að þessu. Bibi stóð við sín orð
hún byrjar að senda mér fallega konur eiginlega strax og hún kom til Tæland. Hún sendi mér konur sem hún þekkti, sem hún taldi vera góða fyrir mig, þær komu ekki að barnum og voru venjulega konur og margar af þeim gullfallar, ekkert af því. Og ég prufukýrði þarna 4 eða 5 konur en það klikkaði ekki á mér. Það var engin yndislega konur ég fíflaði stundum með svona hluti. Þetta yndislega konur alltaf. Svo kemur Bíbí og segir, hvað að Stefán? Hvað að þér? Ég á ekki fleiri vinkonur, segir hún við mig. Ég segi, Bíbí mín, hefði engar áhyggjur af þessu. Það er enginn að deyja út af þessu. En Bíbí, þú voru að athuga eitt. Ég var giftur konu minni 58 ár. Við áttum yndislegt líf og yndislega börn og yndislegt. Þannig að það er kannski aðeins erfitt fyrir mig að finna konu. Það er bara, en hafði engar áhyggjur, Bíbí. Þetta leysir sig allt. Svo höldum við bara áfram okkur lífi. Svo Bíbí að klóra sér í skallanum og hún var ekki ánægð með þetta, get ekki retta vinni sínum. Svo hringir hún mig allt í einu eftir 2-3 daga og segir, heyrðu Stefán, ég mundi allt í einu, ég þekki eina í Bangkok sem var með mér í framhaldsskóla og hún er búin að reka fyrirtæki, snyrtistofu í Bangkok. Hún er búin að vera bossinn þar í 10 ár. Ég held að hún sé búin að vinna 16 ár hjá konunni sem á staðinn og þær eru bara eins og fjölskylda og hún heitir Dúan þessi kona og Dúan er búin að stjórna þessu og Dúan er akkúrat sem myndi passa fyrir þig en það er ekkert því sem vilja út allt og gamalt segir Bíbí og hvað get ég sagt? Ég sagði bara já. Ég var 70 þetta var 71 eitthvað svoleiðis og svo kemur Bíbí til mér og tekur mynd og svo kemur hún með mynd fyrir mig að dömunni og ég náttúrulega bara skítfjall leiði sér á myndina. Þetta var bara eitthvað í hennar framkomu sem passaði mér mjög vel. En allavega svo kemur Bíbí eftir 2 daga og segir, nei hún vill ekki sjá þig. Allt og gamall. Og ég segi við Bíbí, Bíbí mín, ég get skilið það, en innan í mér var ég bara ennþá meira spenntur og skyldi segja þetta. Þannig ég var ekki tilbúin að gefast upp. Og Bíbí var svo indæl að þessu leyti. Ég var orðinn algjör guð. Hún heldur áfram að lýsa hversu yndislegu ég sé með hundana og sjáum þetta allt saman. Ég sé bara dýrlingur og heldur áfram að tala við Dúan og lýsa hvað hún sé vitlaus að missa þessum gullmúla. Og það enda með því, það er komið jól þegar þetta er, að Bíbí kemur og segir við mig, heyrðu Stefán, hún er tilbúin að koma hérna niður eftir og líta á gripinn ef þú borgar fyrir hana leigubíl. Hún er ekki efna á að borga leigubíl frá Bangkok. Og það stóð ekki Stefán að borga leigubíl fyrir þessa konu. Og það enda með því, hún kemur á gamlárskvöld. Kemur nýrleitið, bíllinn bíður, hún kemur upp og kynnir sig og ég náttúrulega bara, má segja, skítfjall fyrir inn í leiði og sá þessa konu. Hún var hugguleg og bauð að sér fína þokka og það var náttúrulega ekki það var engin prufukeyrsla það get ég sagt það var sko ekkert neitt svoleiðis og hún bara kynnti sig og ég kynnti mig og Bíbí var búin að segja mér að hún væri gæti aðeins bjarga sér vegna þess að þau höfðu stundum útlenska kuna og ég tók strax eftir því að hún var ekki algjörlega tóm í kollinum og tóm í kollinum var hún ekki, ég meina í sambandi við málið. Hún gat aðeins bjarga sér og ég get tekið það fram núna, hún er perfekt í enskunni í dag og tala sænsku í dag líka. En allavega svo bara fer hún, bíllinn bíður eftir henni og hún er farin eftir 2 tíma en hún skilur eftir símann sinn eða messenger
kallaði það síminn sem hún getur, sjónvarpssíminn, hún getur horft á hana og þetta var algjörlega nýtt fyrir mig á þessum tíma. Mér fannst þetta æðislega og tala ekki heim þegar ég kom heim til Svíþjóðar og að geta sitið og horft á þessa fallegu konu 10.000 kilometri í burtu. Það náttúrulega fantastiskt út af fyrir sig og kostar ekki neitt. Þegar við byggum í Ameríku þá var símareikningarnir okkar Rósu, þeir voru stundum að gera út af við okkur. Af því ég þurfti að vera náttúrulega mikið Íslandssamtali og Íslands viðskiptum og annað og símareikningarnir voru hroðalegir. Þannig að símakompaníin þau hafa mistað stórum bita þegar þetta internetsíminn og allt þetta komið. Allavega, hún skilur eftir messenger hjá mér og svo fyrir hún bara heim og ég fyrir heim til Svíþjóðar en við byrjum að tala saman og hver veit nema ég hafi eitthvað töfran og vegna þess að ég ofboðslega mikið dýravinur og þegar ég var að baða hundana mína og greiða þeim og þessi litlu grútmoldísarnir og bútur, þetta svo fallið dýr, maður verður, þau eru ótrúlega fallið og þegar hún sá þennan gamla mann vera að dekra svona við dýrin, ég veit ekki nema það hafi hjálpað henni. Allavega okkar samband var að þróast á rétta átt og þegar næst ég kem til Thailands þá bíður hún eftir út á flugvelli Bangkok, tekur á móti mér og við erum orðin par. Nú erum við búin að vera gift í 9 ár eða eitthvað svoleiðis og átt mjög gott hjónaband og hún elskuð af fjölskyldunni minni, alla dætur mínar og Árni voðalega góður við hana ef hún með bílavandamál og ég ekki heima. Árni minni bifvélavirki líka og þannig að dúan passar og ég elska fjölskylduna hennar. Þegar við förum í sveitina, fjölskylduna býr í stóru húsi en það er ekki prívacy þar inni. Það stundum halda menn að fólk búi einhverjum hænsnakomum. Þetta svo stórt hús að það var einhver munkahátíð og þá voru 14 munkar inn í stofunni, sátt inn í stofunni, metir á milli þeirra. Þeir geta það ekki í stofunni hérna hjá mér, það alveg á hreinu. Þannig að þetta eru stór hús en bara venjuleg fátæk fjölskylda og bróðir hennar, ég elska hann og hann bara yndislegur maður en málið og ég ætti að taka það fram við ykkur öll sem hafa áhuga að það eru 2 eða 3 neikvæðir hluti við Thailand. Þeir geta verið sóðar, ekki þeir sjálfur. Konurnar eru mjög hreinlegar. Þú kemur ekki nálægt konu hérna þú settur í bað áður og eftir þær eru svo grimmar. Bara svo þið skulle hafa ykkur sápu. En úti, þegar ég var að gera upp bátinn minn hérna, ég keypti mér snekkju hérna, annað 3. ári hérna, fóru 2 ár að gera hann upp og fór ég stundum, það var skipasmíðastöðin eða bátahöfnin sem bara fyrir lúxusbáta og hún hálftíma hérna frá mér og ég stytti mér stundum leið og það hundleiðilegt að sjá það. Þeir taka bara að keyra bak við hús og sturta pick-upunum með henda rusli og djöfusins sóðaskapur og ég sé það líka hérna niður á höfn. Þessum sem ég bý 20.000 manna fiskibær, yndislegu staði fyrir mig vegna þess að ég gaman að fiskir í og ég fer mjög oft niður á höfn og ég ætla að sýna ykkur margar myndir þaðan. En í höfninni, efst á bryggjunni, það liggja 10 stóri bátar, jafnvel 150 og 100 tonna bátar. Þeir eru sokknir á flóði, en á fjöru þá koma þeir upp úr. Þeir bara látnir rotna niður þar. Þetta fyrir mig djöfusins sóðaskapur. Þetta eitt af því sem ég kalla neikvætt í Thailand. Númer 2 náttúrulega málið. Málið
það er það góða við Filippseyjar að þeir tala ensku þar, þannig að það er sumir sem farið til Filippseyja, en Filippseyjar tölvi þá eftir í samband við þróunina. Það er ekki svona fínt kerfi sko, það er perfect internet í Tælandi, vegakerfið er sko æðislengi. Ég meina, við erum stundum út að aka á Íslandi og hérna, ég meina, það eru sko á leiðinni hingað til mín á þessum 20 km, það eru 5 brýr sem bara brennir yfir á 100 km hæð í staðinn fyrir að vera að stoppa á ljósum. Það er, og ég á eftir að sýna bæði myndir og lýsa, ég er svo hrifinn af þessu. Allavegana að hérna, ég man nú ekki nákvæmlega hvar ég var, við vorum, hvert vorum við komnir? Æ, ég ætla að pása aðeins.